Eins og þið öll viti kom Jesús til þessarar jarðar fyrir 2000 árum, stofnaði Síón samkvæmt spádóminum og steig upp til himna. Eftir að Jesús steig upp til himna komu myrku aldirnar. Sannleikurinn hvíldardaginn, páskahátíðina og hátíðir nýja sáttmálans hvarf. Tilskipanir Guðs, reglugerðir og lög voru algjörlega breytt og heiðnar reglugerðir fóru að birtast í kirkjunni. Meðal þeirra eru þau sem fólk þekkir vel í dag, jól, þakkargjörðarhátíð, siðurinn að borða egg á upprisudegi og páskahérinn. Allar þessar venjur heiðinna trúarbragða voru innleiddar í kristnina og fólk fór að iðka þessar heiðnu reglur í kirkjunni. Þegar við skoðum þessa stöðu frá andlegu sjónarhorni, hvað hefur þá orðið ástand Síónar? Við getum sagt að Síón hafi verið í rúst. Við skulum síðan læra Síón í gegnum Jesaja kafla 33, vers 20. Í Jesaja kafla 33, vers 20 stendur ritað: Líttu á Síón, borg hátíða vorra, það er að segja, hátíðir Guðs. Það er eitt sem við þurfum að hafa í huga varðandi Síón. Biblían kennir okkur að það séu til tvær tegundir af Síón. Það er andleg Síón og líkamleg Síón. Efnislega Síón var stofnuð af Davíð konungi og er staðsett í Palestínu. Andlega Síón er stofnuð af Jesú Kristi, sem er spádómlegi Davíð konungur eins og spáð er í Esekiel, kafla 37, vers 24. Hann stofnaði andlegu Síón, borg hátíða Guðs. Í 3. Mósebók, kafla 23 er ritað að hvíldardagurinn sé vikuleg hátíð. Einnig eru 7 árlegar hátíðir sem við verðum að halda hvert ár. Páskar, hátíð hinna ósýru brauða, dagur fyrstafrukta, 7 vikna hátíð, minningadagur með básúnublæstri, friðþægingadagurinn og laufskálahátíð. Biblían kennir okkur í Jesaja, kafla 33, vers 20 að Síón sé staðurinn þar sem allar þessar hátíðir Guðs eru haldnar. Það vísar ekki til efnislegu Síónar sem er staðsett í Palestínu. Í dag ætlum við að læra spádómana andlegu Síón. Við skulum líta á kafla 33, vers 20, aftur. Líttu á Síón, borg hátíða vorra, augu þín munu sjá Jerúsalem, friðsæl heimkynni, tjaldið sem ekki verður hróflað við, hælum þess aldrei kippt upp og ekkert af stögum þess slitið. En þar, hvar er þessi staður? Hann er Síón. Verður hinn voldugi drottinn með oss, þar sem fljót og breið vatnsföll renna, en engin borðróin skip fara og engin skrautleg skip sigla. Því að drottinn er dómari vor, drottinn er löggjafi vor, drottinn er konungur vor, hann frelsar oss. Að lokum kemur hjálpræðið frá Síón. Hvar býr Guð? Hann býr í Síón. Fyrir 2000 árum kom Jesús á fót Síón, borg hátíða Guðs, og steig upp til himins. Hins vegar voru hvíldardagurinn og páskamáltíðin afnumin á 4. öld. Þar að auki voru krossdýrkun og jól kynnt til sögunar í kirkjunni og þar af leiðandi hurfu hátíðir Guðs alveg af jörðinni. Hvað er andlega sé hægt að segja Síón? Hvað kom fyrir Síón? Síón hefur verið lögð í rúst. Við getum sagt að Síón sé orðin að auð. Hún er orðin eyðilögð. Nýji sáttmáli Guðs, hátíð lífsins og sannleikurinn voru algerlega aflögð og heiðin trúarbrögð kynnt í kirkjunni. Við sjáum að slíkar heiðnar reglur voru útbreiddar alla kirkjuna eins og þær væri rétt leið til að þjóna Guði. Með þessu langar mig að ljúka prédikuninni. Þakka kærlega fyrir.